Það sem heillar mig mest við þessa hugmynd frelsi sem þetta veit. Fyrir mér snýst þetta að valdefla einstaklinginn til þess að geta tekið ákvarðanir sem eru bestu ákvarðanir fyrir líf einstaklingsins. Við vitum ekkert alltaf hvað fólki fyrir bestu. Að greiða fólki pening beint valdefling, rannsóknir hafa sýnt fram á að þetta gífurlega jákvæð áhrif og mér finnst stórkostlega mikilvægt að rannsaka þetta og skoða þetta betur. Eins og ég hef séð þetta gegnum tíðina þá gangi ekki að allir séu settir undir sama hattinn, heldur þurfi í raun og veru alltaf einhverja breytingar á milli, eða mismunandi, fólk hefur mismunandi þarfir. Mín tilfinning að við búum í svo sterku neyslusamfélagi að borgaralaunin veltir frekar út í neyslu heldur en að byggja okkur sem samfélag. Það að segja, ég myndi segja að við erum ekki kannski tilbúin að taka við borgaralaunum eins og staðan í dag. Ég myndi reyndar vilja skoða aðrar útgáfur eins og neikvæðan tekjuskatt sem að þýðir að þú færð að borga tilbaka eftir því sem að því nemur. Ég held að það sé kannski ódýrar og jafnvel stjórnmálalega auðveldara að borgaralaun séu ekki fyrir alla heldur þá sem að þurfum að halda sem því nemur. Það nefnilega getur verið að borgaralaun séu ekki málið. En án umræðu, umhugsunar og helst þá tilrauna með svona borgaralauna hugmyndar, kannski hjá einhverju litlu samfélagi, þá getum við ekki svara spurningunni. Þannig að ég hérna til þess að ýta því áfram að við finnum út hvort þau séu málið.